Þegar gengið er að hesti skal gæta þess að hesturinn viti af manninum. Við göngum rólega að hestinum og stefnum að framan á honum á bóknum, pössum að hann viti af okkur og þegar ég kem að honum þá strýk ég honum rólega hálsinn og herðarnar og bakið og ég leyfi hestinum að þefa af mér og á meðan nota ég rólega rödd og tala við hann rólega og er yfirveguð. Þegar múllinn er settur á, þá skal maðurinn snúa í sömu átt og hesturinn. Hann stendur við hliðina á honum og heldur undir kjálkann á hestinum. Hann setur múlinn yfir rólega, þræðir hann upp yfir nefið og setur hann síðan fyrst yfir eyrað sem er frá manninum, sem sagt lengst frá honum, og síðan yfir hitt. Þegar múllinn er kominn á, er gott að passa að hann sé rétt stilltur og passi vel á hestinum. Við gerum það með því að losa sylgjuna og færa múlinn innar og festa hann svo aftur. Að lokum er mikilvægt að festa múlinn alveg á og það gerum við með því að taka undir, færa það yfir kjálkann og festa í hringinn hérna á múlnum. Þá skal honum snúið út þannig að hesturinn geti ekki losa sig eða klóra múlinn af. En hin aðferðin sem ég ætla að kenna er þannig að þá losum við fyrst múlinn efst, svo höldum við á stykkinu sem sagt í sikkoru hendinni, þræðum það yfir nefið og tökum síðan hina hendina yfir hálsinn eða hausinn, setjum það hérna yfir rétt fyrir aftan eyru og festum sylgjuna eins og áðan. Þegar við ætlum að binda hest þá er mikilvægt að hafa gott umhverfi og að hesturinn hafi nóg pláss. Við stillum tauminn þannig að hann hafi pláss en sé ekki mjög þétt fastur og að það sé í svipaðri hæð og hesturinn í eðlilegri stöðu. En við notum svokallaðan öryggishnút og þá þræðum við fyrst hérna í gegnum hringinn, þræðum alveg í gegn og förum svo í svona lykkju yfir og í gegnum og herðum vel hnútinn. En við gerum bara fleiri lykkjur aftur og aftur alveg eins til þess að endinn hangi ekki niður og hesturinn flæki sig ekki í honum. Og þá sjáum við að þetta verður svona fleiri hnútar í röð. Þennan hnút er hægt að losa hratt og örugglega, einfaldlega með því að tosa í endan og þá er hesturinn laus.